Ég sem sagt heiti Sigyn Blöndal og verkefnastjóri barna- og ungmennaþjónustu hér á RÚV og ég ætla að kynna fyrir ykkur verkefnið Sögur og þetta sem sagt risastórt samstarfsverkefni og við förum kannski betur út í það eftir. Mér langar eiginlega bara að byrja á því að sýna ykkur eitt myndband. Já, heyrðu þið hljóðið líka? Allavega. Þetta verkefni sem sagt byrjaði hérna á göngunum í Efstaleitinu vorið 2017 kviknaði hugmyndin og við bara ákváðum að kýla þetta í gang og rúluðum af stað með verkefni bara strax haustið og fengum til liðs við okkur margar stofnanir sem eru með sama markmið og við. Og það náttúrulega bara að auka læsi og á íslenskum bókum og sögum upphefja barnamenningu og sýna börnum að hverju hugmyndir þeirra geta orðið. Og það voru allir sammála það að við getum gert meira saman. Og við bara rúluðum af stað og þetta eru sem sagt þeir sem eru inn í samstarfinu núna og það eru Borgarleikhúsið, Borgarbókasafnið, Menntamálastofnun, Reykjavík bókmenntaborg, UNESCO, Skólafrístundasvið Reykjavíkurborgar og List fyrir alla. Og þetta hefur þróast náttúrulega á þessum 4 árum. Við erum sem sagt núna í miðju ári númer 4 og þetta er alltaf að stækka og þróast og breytast bara eins og gengur. Þannig að við erum búin að reka okkur á alls konar vandamál sem hafa komið upp og erum núna bara ennþá að kynna verkefnið og að því að við teljum að þetta eigi mikið erindi einmitt inn í skólana. En hvernig virkar verkefnið? Þá langar mér bara að sýna ykkur annað myndband. Sigyn, það vantar inn hljóðið. Það vantar hljóðið? Já, þannig að kannski... Ói, hvað þetta hefur verið leiðilegt á hann. Ok, ja. Vittu. Ef þú fer sem sagt í, velur screen sharing og opnar það og hakar við þarna neðst í vinstra horninu. Ó, ég held ég hefði gert það. Já, ok, já. Fórum yfir þetta í gær, sko. Já. Það átti að vera allt klárt, sko. Herru, allavega. Það skiptir meira máli, það var ekkert tal í hinu, það var bara skemmtilegt lag, en það skiptir máli að heyra hljóðið hér. Vilt þú sjá söguna þína lifna við? Sögur risastórt verkefni. Þar sem krakkar á aldrinum 6 til 12 ára geta sent okkur inn sögurnar sínar og sé þær lifna við. Já,
Þetta nefnilega algjörlega stórkostlegt. Ykkar sögur. Og sumar þeirra fá meira að segja verðlaun á sögum verðlaunahátíð barnanna. Ég meina, hver vill ekki eiga svona svan? Þið krakkar, sendið okkur sögu á því formi sem að þið viljið. Þetta er ekki flóknara en það. Þið getur verið mörg saman eða ein, bara það sem hentar ykkur best. Höfundar þeirra sagna sem valdar eru taka þátt í skapandi smiðjum, þar sem fagfólk aðstoðar höfundana við að ná sem mestu út úr sinni sögu. Og við ætlum að fylgjast með þessu öllu í sérstökum sjónvarpsþáttum sem verða sýndir eftir áramót. Svo, það verður fullt af sögum sem lifna við í vetur. Til dæmis sögur í bók, sögur í útvarpi, sögur í sjónvarpi, sögur á leiksviði og nýtt sögur í tónlist. Svo fá auðvitað bestu sögurnar verðlaun á sögum verðlaunahátíð barnanna, en þar verður líka fleira verðlaunað. Við ætlum líka að verðlauna bestu sögurnar að ykkar mati. Þið kjósið barnabók ársins, leikrit ársins, lag ársins og text ársins og hverjir hljótu þau verðlaun kemur í ljós á skemmtilegustu verðlaunahátíð landsins. Allir hafa sögu að segja. Send okkur þína og vertu með. Allar nánari upplýsingar sögur eru á krakkarúv.is/sögur. Yes. Þannig að þetta verkefni, nei, við þurfum ekki að sjá þetta aftur. Þannig að verkefni er í rauninni alltaf opið. Það er að senda inn sögur bara allt árið, en tímalínan okkar sem við vinnum eftir er svona að við auglýsum eftir sögum frá krökkum í 1. til 7. bekk í september. Og svo er Borgarbókasafnið samstarfsaðili og þau halda smiðjur, leikritasmiðjur fyrir stuttmyndirnar, fyrir smásögurnar og svo framvegis. Og krakkar eru hvattir til að senda inn. Við auglýsum mjög mikið hérna á Krakkarúv, að því að skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar er partur af þessu, þannig að kennarar í Reykjavík fá tölvupóst allavega og er að vera að minna á þetta. Síðan áramótin að þá fáum við veljum við Krakkarúv bestu handritin og framleiðum stuttmyndir. Borgarleikhúsið velur 2 handrit og setur á svið. Menntamálastofnun velur smásögurnar og gefur út rafbók. Hún kemur alltaf út sama dag og hátíðin er haldin og þar bættum við til dæmis í fyrra að þar voru Bergrún Íris sem að teiknaði mynd með hverju sögu, stækkaði svolítið bókina, hún var rosa flott. Og síðan erum við með fagfólk í tónlist sem að velur 3 tónverk, eða krakkar geta sendið nótur eða hummað lag eða eitthvað svolítið á símann sinn og skrifa grunna texta. Og svo er þetta allt saman unnið áfram með fagfólki í meistarabúðum og meistarabúðunar í ár eru bara núna þar næstu helgi. Og síðan sýnum við afraksturinn í sjónvarpinu og verðlaunum þessar sögur á sviðinu í byrjun júní á skemmtilegustu verðlaunahátíð landsins að sjálfsögðu. Og þannig að þetta er í rauninni bara eins og skólaárið. Við byrjum í september, við klárum í júní. Þannig að það er mjög auðvelt allavega á svona haustönninni að nýta sér þetta verkefni. Síðan það er endar eitt annað sem er svona auka í ár sem er svolítið skemmtilegt. Það er vegna 50 ára handritaafmælinu. Árnastofnun er með okkur inn í samstarfinu í vetur og það er hægt að senda inn til þeirra handskrifað handrit sem er mjög skemmtilegt. Og svo verður það líka verðlaunað á hátíðinni okkar í byrjun sumars. Aðeins hátíðina að þetta er algjörlega minn uppáhalds viðburður ársins. Þetta er alveg hrikalega skemmtilegt. Þarna eru krakkarnir og fyrirmyndir þeirra bara á svona sama leveli. Krakkarnir fá verðlauna sitt uppáhaldsmenningarefni á sama tíma og þau fá
verðlaun fyrir sín vel unnu störf á árinu. Þetta bein útsending á laugardagskvöldi á besta tíma í sjónvarpinu og þetta bara alveg geggjað. Þannig þetta í rauninni eins og Eddan og Gríman og íslensku tónlistarverðlaunin á forsendum krakkana, sem náttúrulega bara grunnurinn að þessu öllu. Þetta allt fyrir þau og út frá þeirra upplifun. En síðan erum við náttúrulega með meira. Það sem sagt svona stuðningsefni og þar getið þið kannski nýtt ykkur eitthvað sem við erum að framleiða til þess að vekja athygli á sögum og á bókum og á lestri almennt. Og það til dæmis söguspilið. Það við erum að fara að taka upp 3. seríun af því núna. Þar eru krakkar sem að keppa í svona ævintýralegu spili, svona töfrast inn í ævintýraspil og þar eru allar þrautir og spurningar byggðar á bókum. Krakkakiljan, það bara segir sem nokkuð sjálft. Þetta eru krakkar að fjalla bækur, þau hitta höfunda, fá að vita hvernig sögurnar eru til, sagan á bak við persónurnar og fá svona ráð í ef að þau vilja skrifa sögur. Við hittum líka myndhöfunda og teiknara og þau fara með okkur í gegnum það ferli, það mjög skemmtilegt. Söguþættir skapandi skrif, það eru 5 þættir, hálftíma langir þættir þar sem við bara erum að fá alls konar ráð, við erum að tala við höfunda, við erum að tala við fyrirmyndir þetta, til dæmis Kristín Helga Gunnarsdóttir sest niður með einni 8 ára og svo bara búa eftir beinagrind og sögu. Þetta mjög góð svona grind. Svo náttúrulega kosningarnar, þær opna alltaf á sumardaginn 1. og það algjörlega tilvalið til þess að fara yfir hvað var í gangi á árinu. Inn í þessum kosningum eru til dæmis bókaverðlaun barnanna, bara hvaða bækur eru þar í topp 5 sætunum og svo náttúrulega Menntamálastofnun hluti af þessu samstarfi og þar finnast mér til dæmis myndböndin frá Bergrún Írisi og Davíð Stefánsinni, algjörlega frábær. Til dæmis þetta myndin sem ég tók Dómarinn og dansarinn. Þau útskýra á mjög skemmtilegan hátt svona hvað við stoppum okkur oft sjálf af í staðinn fyrir bara að sleppa okkur og skrifa bara allt sem okkur dettur í huga. Það ekkert rétt eða rangt í því þegar maður að skrifa sögu eða skapa. Síðan, bara þetta svona, eins og ég segi, þetta kannski ekki einhver beinagrind hvernig þið eigið að nota verkefnið, en þetta samt, ég held að sé rosalega skemmtilegt að nota þetta sem gulrót. Ég hef heyrt í mörgum kennurum, til dæmis ringt inn stuttmyndahandritum frá grunnskólanum á Hornafirði, sem var mjög skemmtilegt, og þessi Höfn í Hornafirði, og þar voru til dæmis 4 strákar sem skrifuðu eina stuttmynd saman núna, sem var valinn og erum við búið að taka upp, brjálæðislega skemmtileg og kennarar sem ég tala við hafa mitt svona sagt bara skemmtilegt að vera með þessi gulrót, bara nú ætlum við að skrifa öll smásögur og nýta sér eitthvað efnið en síðan ætlum við að senda inn sögurnar. Það tilvalið að búa til söguspil með bekknum sínum, horfa á þættina og svo getur þau jafnvel sjálf sami spurningar út frá þeim bókum eða sögum sem að þeim finnast skemmtileg og það ekki bara sögur í bókum, heldur líka bíómyndir og tónlist og leikrit og allt þetta, þannig að það getur verið mjög skemmtilegt og svo náttúrulega inn á krakkarúv.is/sögur, þar sem þetta allt saman, þar eru myndirnar og sögurnar sem að eftir krakkana, þannig að þá sjáðu líka bara ok, þú veist, ég get líka skrifað og sagan mín gæti enda í stuttmynd. Þannig að þetta söguvefurinn og hér í rauninni allar upplýsingar, allar afurðir verkefnisins og auglýsingar smiðjur, það kosningavefurinn, hann líka, hann við opnum bara sögurnar ykkar, þá söguverðlaunahátíð barnanna og alls konar. Hér eru leiksýningarnar sem voru settar á svið núna bara í febrúar og þetta eru verðlaunaverkin frá því í fyrra. Við tókum þær upp og þær eru aðgengilegar hér. Hér eru stuttmyndirnar, alveg bara allar 20, mjög skemmtilegt. Hér eru þessir 5 þættir skapandi skrif. Þeir eru mjög fjölbreyttir og alls konar ráð. Hér söguspilið, þetta þáttaröðin frá því í fyrra og hér hitti fyrra. Alls konar skemmtilegt þar. Hér eru smásögur eftir krakka og þau lesa, yfirleitt les höfundurinn sjálfur. Hér eru krakkakilju innslög, það eru reyndar fleiri en á krakkarúv.is en það verið að vinna í því að koma öllum þarna inn og hér eru tricks til dæmis skapandi skrif. Þannig hér alls konar efni sem hægt að
nýta sér sem bara á okkar síðu og svo náttúrulega meira hjá Menntamálastofnun. En já, þannig ég held að ég sé svona eiginlega búin, já og svo náttúrulega eitt kannski sem skiptir máli fyrir ykkur sem eru ekki að kenna hérna á höfuðborgarsvæðinu, að þeir krakkar sem eru valdir inn í verkefnið, þeir fá styrk til þess að koma og taka þátt í meistarabúðunum og til þess að vera viðstödd á hátíðinni. Og það er menntamálaráðuneytið sem að styrkti verkefnið til þess að geta gert þetta, að styrka krakkana til þess að koma hingað í höfuðborgina og taka þátt í þessu eins og aðrir sem búa hér. Ég held að ég sé ekki með neitt fleira sem að svona einhverjar upplýsingar, þannig að ef það er einhverjar spurningar þá bara endilega megið þið bara dundra því á mig ef það er eitthvað óljóst í þessu. Herði, bara takk kærlega fyrir mig og bestu kveðjur.